Nick Knatterton ákvað að gera sér glaðan dag og fara í bíó. Nick fannst reyndar lítið til myndarinnar koma sem þó var sögð æsi spennandi og taugaæsandi. Þegar karlmannsbuxur koma ástæðulaust fljúgandi út glugga Nick nóg boðið. Honum lítt aulafyndni gefið. Á heimleiðinni tekur hann eftir öllu að vanda. En hvað nú þetta? Ofan af 7. hæð koma buxur svífandi. Niðri þeirra beðið af Gimsteina Geira og skuggalegri kvenveru. Buxurnar flækjast í loftnetinu hans Nicks. Geira bregður við að sjá Nick handleika buxurnar. Þær úr verslun Moritz Max sem einnig þekktur sem Buxnamax. Við buxurnar hangir lykill í platínukeðju. Nick mælir eftir auganu af mikilli nákvæmni. Leggir 71,5, mitti 94,8, kloflengd 58,7. Hvers vegna Geira að sveifla konjaksflösku? Þess vegna. Þetta gerðist svo hratt að við verðum að sjá það aftur. Nick, grunnlaus með öllu, fékk á sig bílhurð, konjaksflösku í hausinn og burt voru buxurnar. Greinilega 3 stjörnu konjak. Stuttu seinna ber að verði lagana. Á móti þeim kemur angan af sterku konjaki. Úr leyni fylgist Geiri með þegar Nick sviptur ökuréttindum. Lögreglan trúir auðvitað ekki orði af sögunum fljúgandi buxur og konjaksflösku. Lögreglan hefur aldrei heyrt svo skondna afsökun. Gimsteina Geiri horfinn á braut og hvert hleypur Nick? Í næsta símaklefa til að hringja til Buxnamax. Það vantar einmitt blaðsíðuna Mark til Max. Nick ætlar að spyrja Max hver eigi buxurnar því að einmitt í þessu verið að nota þær til að fremja innbrot. Dýrmætur tími fer til einskis. Þar til Nick finnur loks óskemmdan símaklefa. Max skrattara að dreyma að hann sé að taka mál af Silvíu drottningu. Nick truflar drauma hans til að spyrja hvaða viðskiptavinur hafi málin Sitt 71,5 og kloflengd 58,7. Þetta mál skartgripasalans Eika Eirdal. Virðuleg verslun Eirdals í Köggulstræti í miðbænum og 7 hæðum ofar íbúð hans. Þangað ætlar Nick strax. Þessi vörubíll á eftir að koma í veg fyrir það. Með ofurkrafti opnar Nick dyrnar. Bílstjórinn verður þess var og setur í bakkir. Nick gefst ekki upp. En það gerir símaklefinn. Bílstjórinn gefur í botnafræðslu. Ályktun, vörubíllinn fer á ránstæðinn. Honum líst ekki á blikuna. Eirdal liggur eflaust uppi berrasaður meðan buxurnar hanga í lyklinum í skránni á peningaskápnum sem verið að brjótast inn í. Hvað? Geiri? En hver var kvensan við stýrið? Nick ímyndar sér hana án hats og gleraugna. Virginia Peng, fyrrverandi eigandi bófabarsins þar sem Nick var áður aufúsugestur og kom að henni óvörum í gufubaði. Já, við skulum ekki gleyma okkur. Nick rennir rannsakandi augum upp húsvegginn. Þarna íbúð Eirdals, þaðan sem buxurnar með lyklinum komu fljúgandi út glugga. Við hliðina á Eirdal verið að byggja. Vinnupallurinn kemur sér vel til að komast upp. Og hvað ber þá fyrir augu Nicks? Glæný fingraför, í mesta lagi 14 mínútna gömul. Og þarna þau aftur. Samstundis verður Nick ljóst að að ræða 8 fingraför og 10 táför. Sökudólgurinn vinnur bergfættur. Hérna má aftur sjá sömu förin. Svefnherbergisgluggi Eirdals stendur galopinn.
Nick sér nokkuð sem kemur honum í bobba og fær hann jafnvel til að efast skynsemi sína. Hann trúir ekki sínum eigin augum. Buxurnar liggja á stólnum eins og ekkert hafi í skorist og Eirdal sefur vært. Þá setur höfuð Nicks viðvörunarkerfi í gang og hann fær bylmingshögg. Kerfið er tengt niður á stöð. Þaðan er strax sendur bíll á vettvang. Nick vaknar hægt úr rotinu og sér að verið er að taka skýrslu. Hann greinir frá því þegar í stað að buxurnar hafi verið einar á ferð. Ályktun, verslunin niðri er tóm. Eirdal veit að niðri í verslun eru ekkert nema gerviskartgripir. Hann flautar lítinn lagstúf. Þarna eru ekta eðalsteinar. Nick er agndofa. Eirdal blístrar lagið öfugt og stólgeymslan lokast að bragði. Hvernig verkar þetta? Tónarnir berast í gegnum þennan hljóðnema inn í tölvu sem er daglega mötuð á nýju lagi. Berist réttir tónar, opnast geymslan. Þegar sömu tónar eru sungnir í öfugri röð, lokast hún aftur. Þá tekur Eirdal eftir því að seðlaveskið er óeðlilega þunnt. 60.000 krónur eru horfnar, en myndirnar eru enn á sínum stað. Nick sá þær aðeins í svip, en hann man hvert smáatriði. Þetta voru myndir úr nektarnýlendufríi. Nick ályktar. Þetta er greinilega baksvipurinn á Virginíu Peng. Og þetta er Mieze, eigandi barsins hjá Mieze. Og þennan fæðingarblett hefur Nick séð áður. Á eiga Eirdal rétt í þessu. Nick á ýmislegt vantalað við hann. Þá pípir í löggunni. Sá sem bíður fyrir utan tilkynnir að það séu 15 sekúndur eftir að vaktinni. Í bakherbyggi þessarar verslunar stendur skápurinn sem lyklarnir á buxunum ganga að. Nick dró Eirdal fram úr rúminu til að segja frá innbrotinu. Skápurinn hefur verið tæmdur. Innihaldið liggur á gólfinu. Ekkert vantar. Þjófurinn skildi eftir kveðju. Þú getur átt þetta glingur. Við stelum bara ósviknum demöntum og við finnum þá. Hér var fagmaður á ferð. Þá uppgötvar Nick nokkuð sem augað vart greinir. 3,5 millimetra yfirskeggsár með sérkennilegri tóbaksangan. Nú veit Nick að Gimsteina Geiri er sá seki. En hann veit ekki að Virginia saumaði stuttbylgjusendi í Eirdalsbuxurnar. Og þarna er litli félaginn sem setti buxurnar aftur á sinn stað. Nick heldur hárinu og segir Eirdal hvað hann hyggst fyrir. Buxurnar hlusta af athygli. Geiri og Virginia sömuleiðis. Þau heyra að hann ætli að heiðra bar Mieze með heimsókn sinni. Móttökurnar verða vel undirbúnar. Gegnum gæjugat fylgist ískalt auga með götunni og sér Nick nálgast. Allt er til reiðu. Mieze, kínversk-þýska stúlkan, Gimsteina Geiri og tvíburabróðir hans Kisulóru Kalli og Virginia Peng sem ávallt hefur haldið Nick við efnið. Nick finnur strax að þau hafa átt von á honum. Mieze býður honum sæti, en Nick þekkir stólinn. Hann hefur einu sinni fengið fyrir ferðina á honum þessum. Hann sest hjá Virginíu sem fer að kvarta undan því að borðið vaggi. Nick finnur eitthvað grunsamlegt við fætur sér og við höfuðið. Þetta er einstakur freyðivínskælir. Skrúfurnar sjá til þess að fatan passi. Sá sem hana ber heyrir hvorki né sér. Borðdúkurinn gerur honum erfitt vik. Hvað gerir Mieze? Hún sprautar austrænudeyfilyfi í Nick. Nú liggur hann rænulaus í bíl Geira. Til öryggis ber Virginia klút vættan í klóróformi að vitum hans. Nick
á að frysta eina nótt meðan Geiri máir út öll spor. Virginia var með snjalla ráðagerð. Næturvörðin á Grand Hótelinu dreymir að olíufursti gefa honum 1.000.000 í þjórfé. Geiri vekur hann og segir Nick hafa legið draugfullan fyrir utan og vanti herbergi. Eins og sjá má er Nick algjörlega meðvindalaus. Næturvörðurinn er mikill aðdáandi Nicks og lætur hann hafa herbergi með númeri með þversumunni 7, því að það er happatala Nicks. Virginia fer með Nick upp í herbergi 52. Geiri bíður niður í anddyri á meðan. Já, hérna, hver kemur þar? Auðkýfingurinn frá Texas, Barbara Bjórbokka, einnig nefnd Billa Babsy ásamt lífvörðum sínum. Hún hefur komið 6 vellríkum eiginmönnum undir græna torfu á löglegan hátt. Vörðurinn lætur hann að fá lykil númer 51 og Geiri glennir upp glyrnurnar. Hann mænir á demanta Barbaru. Lífvörðurinn er fyrrverandi félagi hans, Skápaskúli. Þeir hafa margt brallað saman, en Skúli er orðinn heiðvörður og þolir ekki gimsteina þjófa nærri Barbaru. Í herbergi númer 52 reynir Virginia að koma svefndrukknum spæjara til við sig. Þá heyrist fótatak. Vörðurinn ráðlaði Skúla að setja Geira við hlið Nicks. Ekki galin hugmynd. Það ætti að vera öruggur staður. Nú sofa þeir rænulausir hlið við hlið, erkifjendurnir. Lífverðir Barbaru standa vörð. Og hvert fer Virginia? Skúli og aðstofamaður hans gæta Barbaru og skartgripana. Þeir sofna á verðinum. Þá gellur við skerandi vein. Gimsteinarnir eru horfnir. Barbara er miður sín. Veinið vekur Nick. Hann undrast það að vera bundinn ofan í rúm og á gólfinu er Geiri. Skúli horfir hissa á snirtilegt gat á rúðinni. Nick ályktar hvað gerst hefur. Lífverðinir reyna að gera verðinu viðvart en komast ekki að fyrir hræddum hótelgestum sem tilkynna hvarf á peningum og skartgripum. Á meðan á þessu stundur ályktar Nick. Gatið er nákvæmlega 27,3 cm hátt og 20,4 cm breitt. Enginn kemst inn um það. Nema kannski hrafn eða þjófóttur dvergur. Eða var þjórinn með fjarstýrða greiptöng. Eru spor á gluggasillunni? Já, þarna eru nokkur, en eingöngu Nick kemur auga á þau. För eftir 8 fingur og 10 tær. Þau sömu og Nick sá á vinnupallinu við hús Eirdals. Þá rankar Barbara við sér. Nick spyr. Sástu eitthvað? Já, svona langa róu. Nick kveikir á perunni. Félagi Geira er api. Eftirleikurinn er auðveldur. Mídse og Virginia sitja við morgunverðarborðið ásamt apanum. Þá er sagt. Upp með hendur, hvar eru demantarnir? Þarna eru þeir. Og hvað verður apan? Barbara er dýravinur og hún tekur hann í fóstur. Ekki verður látið uppi hvað Nick